Norrlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Herhúsið á Siglufirði var reist árið 1914 og hýsti starfsemi hjálpræðishersins í áratugi. Árið 1999 var komin upp hugmynd að útbúa gestavinnustofur fyrir listamenn á Siglufirði, en á þeim tíma hafði húsið staðið autt í rúm 30 ár. Við fundum þetta hús og það var ekkert annað að gera heldur en að tala við hjálpræðisherinn og þau tóku okkur ofsalega vel. Og bara það var hálftíma fundur og húsið var í raun og veru okkar eftir það. Og þá tók við uppbyggingarstarfsemi og árið 2005 þá kom fyrsti listamaðurinn inn í húsið og það er búið að vera sleitulaust síðan. Og hverjir eru það sem sjá þetta allt saman? Það er nú stjórn Herhúsfélagsins. Við erum svona 5-6 sem erum í stjórninni starfandi. Og reyndar erum við Kristján hérna nágrannar, hann býr í þessu gula húsi hérna og ég býr hér, þannig að það er svo hæg heimatökin fyrir okkur að sinna og vera með þessu fólki eins og það vill, og svo líka þegar dvölinni líkur þá tökum við skrúbbinn fram og húsið í gegn. Gerum bara það sem gera þarf. Og hvað er það sem er í gangi hérna svona dagstaglega? Já, auðvitað það koma myndlistamenn hérna og tónlistamenn líka, rithöfundar, og þeir eru bara að vinna sínu hugðarefnum. Yfirleitt eru þeir svona mánuði einu, en eins og núna í þessu tilfelli, núna eru 2 ungi menn frá Bandaríkjunum að vinna hérna, en þeir hafa verið í 2 vikur og svo var önnur stúlka hérna undan í 2 vikur. Við gerum þetta stundum í undantekningar tilvikum. Og eru margir hérna í einu yfirleitt? Já, það eru yfirleitt bara svona 2 í einu. Húsið er þannig að það er lítil stúdíóíbúð uppi og svo stór salur, vinnusalur niðri, þannig að það rúmar ekkert mikið meira, en það er alveg hægt að vera 3-4 svona sem kemur vel saman, en yfirleitt er það ekki. En fólkið er hérna, sko, hvort sem það er vetur eða sumar og bara er hér og hérna, hvað ég var að segja, andar að sér Siglufirði og fer í fjallgöngur, það er stutt að fara upp í fjall og tala við fólk. Yfirleitt eru gestirnir mjög áhugasamir það sem er að gerast á staðnum. Og hvernig er að standa í svona vinnu og sjá svona gestavinnustofur? Já, bara mjög ánægilegt. Það skiptir máli eins og til dæmis fyrir mig af því að ég bjó á Akureyri áður, var kennari þar við myndlistaskólann, flytjinga fyrir 10 árum síðan, en að hafa svona umhverfi, kynnast nýju listafólki, þetta er mjög mikilvægt fyrir mig prívat, þess vegna er ég að standa í þessu. Það er eitthvað svona líka svipa hjá Guðni. Það er ekki, við fáum ekki laun, sko, þetta er náttúrulega bara allt sjálfboðavinna, annars myndi þetta ekki ganga. En hérna, þetta er bara ánægjan og við verðum svolítið víðsýnni við þetta. Þetta herhúsið er þá líka núna hluti af mjög svona fjölbreyttri og virkri listaflóru hérna í bænum. Já, við byrjuðum á þessu 2005 og í upphafi var þetta alveg sko mjög sérstakt hérna á Siglufirði. Það var nú bara þannig að ef að sást einhver ókunnugur á götunni þá vissu allir að þetta var listamaðurinn úr herhúsinu. Það var bara þannig og buðu góðan daginn og þetta. En það hefur svo margt breyst síðan þá. Að núna er hérna fullt af fólki og það geta allir verið einn af fólkinu úr herhúsinu því að það er svo mikið ferðamanninn. Þegar við komum í herhúsið voru þar 2 listamenn frá Bandaríkjunum sem báðir kenna við háskóla í Texas. Þeir hafa í sameiningu unnið að spennandi verkefnum, en hér á Siglufirði unnu þeir að sínu stærsta sameiginlega verkefni. Þeir nota meðal annars þrívídar skanna og ætla að gera gagnvirkt kort af Siglufirði sem hægt verður að nálgast á netinu. We looked at a lot of different residencies in Iceland
and all over the world really, but we wanted to be in this landscape in northern Iceland where it's a little less populated and have the space to work together in a space in the studio. Didn't have to be Siglo, but we really loved the idea of this residency. And what have you been doing whilst here? We've been using every minute of the midnight sun, to shoot photographs, go on hikes, learn about the local and national culture, and we've been, the really great thing about there being daylight all the time while we're here is that we can go out at midnight and make videos and still have time to drive to, the lake and do some drawings or do 3D scans. So we've been really using every waking minute of the 2 weeks to gather as much material about the landscape, the people, the stories, the sounds, and our hope is that we can really kind of start to unpack that when we get back to the United States and use that to create, a huge body or multiple bodies of new artwork based out of this kind of centrally located, Siglo, where we can kind of run everywhere to get to these really wonderful places. Yeah. So we've been, like Nick said, we've been doing a wide variety of things, and the idea will be to pull those things together and create something where a lot of them overlap and make it interactive for the viewer for our next two exhibitions. Yeah. The really great thing too about some of the techniques or ideas we've been working with is the idea of accessibility, or making some of these images or places or stories available to somebody who may not be able to travel here or to learn about the culture. So we'll be able to take sounds and writing and stories and images and share that with people that are in Texas or the United States and have always wanted to learn about the history of Iceland or to know what it looks like to stand on top of this peak or look over a city. And so these tools or images or drawings we've been making are a way to kind of provide some accessibility as well. One great thing about this residency that I've enjoyed is it's just very free. There's no schedule. There's just a lot of freedom, and I think that's one thing that we've really enjoyed about it. It's a blank slate. You come in and kind of make it yours and make that experience really personal. I think that's been a really exciting thing about being here in Siglo, and especially in Herr Huset. It's also immediately accepting of you as the artist, where as soon as we arrived and had a question, or we went to a hardware store or something and we mentioned we were the artist for these 2 weeks, everybody that has talked to us or responded has said, oh, okay, the Herr Huset artist. So, they help you fix something, or they show you where you could get to a hiking trail. And I have never really experienced something like that, where you're immediately so accepted and the community is so friendly and helpful. And everyone that we have met either is or knows an artist that lives next to them, which is also really wonderful to be surrounded by a community of makers and kind of visionary people who really want to hear what you're working on, but also share what they're making. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.